Norrlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. 5 íslenskir fjallgöngumenn lögðu af stað í leiðangur þann 27. apríl síðastliðinn frá Akureyri til Austur-Grænlands til Skoriskisunds þar sem ætlunin að fara í suðurátt, samtals 1200 km leið í 40 daga leiðangur. Allt þetta vel þjálfaði fjallgöngumenn með áratuga reynslu af fjöllum. Hugmyndin að ferðalaginu hefur verið að gerjast með þeim í 12 ár, allt frá því að þeir félagar fóru í skíðaferð á þessar slóðir og fengu útsýnisflug á heimleiðinni þar sem þeir sáu þvílíkt landflæmi Grænlandi og hvað meira heillandi fyrir fjallagarpa en einmitt ósnortin náttúran. Fengum yfirsýn yfir mesta fjalllendi á norðurhveli jarðar, svona ef Himalaya-fjöllin undanskilin, og þarna var eitthvað sem við þurftum að gera. Og okkur langaði að ferðast í gegnum þessi fjöll og fara á þessi fjöll. Og þetta var 2005 eins og ég sagði hérna, 2004-2005, þannig að síðan liðin 12 ár. En í þessari flugferð þá ræddum við okkur á milli að þetta væri verkefni framtíðarinnar. En góður hluti gerast hægt og nú erum við á leiðinni. En þetta ekkert smá land, Grænland. Þú þekkir vel til þarna. Hvað svona heillandi við Grænland? Það eiginlega allt heillandi við í Grænland. Það er ólíkt Ísland og öllu leyti. Þetta okkar næsti nágranni. Það örstutt á milli, en samt allt frábrigðið. Menningin frábrigðin. Landið við erum með yngsta berg í heimi hérna á Íslandi og elsta berg í heimi þarna hinum megin. Og þannig að þetta gjörólíkur heimur. Og ég hef farið víða á Grænlandi og bara frá því ég kom fyrst og hérna fekk maður svona áhuga á Grænlandi og grænlenskri menningu og fleira þannig. Þannig ég held ég að við náðum að fara á nánast hvert byggt ból á Grænlandi. Það vantar nokkra staði inn á Nordavík og einhverja nokkra bæi, en ég farið á flesta bæi. Og les ég mig til eins og ég hef getað. Ég var með útvarpsþátt einn vetur þegar ég átti erfitt með að lifa á leiðsögn norðurslóðir og könnunarsöguna. Og þannig að ég hef komið víða á Grænlandi. Togar það í mann þegar maður hefur einu sinni farið þangað? Já, ég held að þetta hrein og óspjöllin náttúra og sérstaklega austurströndin. Þetta ákaflega stórfenglegt land. Þannig að hugmyndin sem kemur var að fara landveginn á milli Íkatokatumit eða Skorisbusund og niður í Ammarsalik héraðið og enda þar í litlu fiskimannaþorpi sem heitir Ísotok og kom okkur þaðan til Tassila staðarins og til Kulusuk þar sem við flugum til Íslands. En þann flugmiða erum við ekki búin að kaupa af því að þetta vegalengd sem við ætlum að fara, rúmið 1000 kilometrar. En hvenær nákvæmlega við erum búin með það verður bara komið í ljós. Og þarna eru skriðjöklar, stærstu skriðjöklar sem við erum að krækja fyrir í þessari ferð, Kantselúk fjörðurinn og jökullinn, að það 5-6 földun og hraða sem þeir ferðast, hraðar heldur en gerðu bara fyrir ekki mjög mörgum árum síðan. Og Grænlandsjökull það svona ein mesta breytingin á norðurhveli á Grænlandsjökli. Undirbúningur fyrir ferðina hefur tekið góðan tíma. Við erum auðvitað allir undirbúnir undir þetta með fjallamennsku ferli til margra ára. Byrjuðum örugglega allir ungir að fara á fjöll og erum kannski þess vegna undirbúnir. Og svo erum við búnir að þvælast mikið á drekkum núna síðustu árin. Túra upp á Sprengisand og upp á hálendi og hingað og þangað. Snýst að hafa svona aðeins umbæralendi, gafkvæmt líkamslegt hinna og lundafari og því öllu og Skúli hættur að drekka mjólk og heldur því fram að það dragi úr líkamslegtinni og svo hrjóta menn og ég hef verið í ferð þar sem að ég vaknaði á morgni og hundskammaði fyrir það hvað ég andaði asnalega, þannig að það alls ekki svona hlægileg smáatriði sem geta farið í taugarnar á mönnum svona þegar menn eru lengi saman. En við erum nú eldri en 2 vetur þannig að menn hafa farið í ýmsa leiðangar saman og passa upp á það að varðveita móralinn. En þú ert skyttan í hópnum eða hvað? Já, ég var munstraður yfir það. Það skylda fyrir hópinn þegar við fáum leyfi og skráum okkur í ferðina. Og þá var það skylda hjá grænlenskum yfirvöldum að við séum með skráðabyssu og hreint sakavottorð og öll þau gögn eru komin út. Og vopnið farið og skotin og við vonum bara ég vona að ég þurfa að hlaða byssuna með þessu. Þetta verður svolítið spennandi en þetta viljum við helst ekki þurfa að hleypa af. Þá kannski farið að vera full mikið návígi en auðvitað vonast við til þess að sjá ísbirni og okkur skilst að
að það sé óvenju mikið þá eða óvenju mikið á ferlu þessa myndir svona síðustu misserin. Er eitthvað sem þið óttist? Nei, ég get nú ekki sagt það. Ég er reyndar svo einu í hópin sem er ekki komið til Grænlands en við erum búin að fara hérna hálendið þvers og krust þannig að það er engin blettur sem við höfum ekki farið á þessum dreikum okkar. Og auðvitað er þetta mikið fenglegri fjöll og allt það en snjór og jöklar er eitthvað sem við erum mjög vanir að ferðast en auðvitað eru jökulsprungur á skriðjöklum og það eina sem er nýtt fyrir okkur er ísbirnir með skoðasti. Það kannski má segja að það sem við óttumst mest er að fá engan vind. Af hverju er það skelfilegt? Já, við erum á dreggum og erum að nota vindinn til að komast áfram og vindleysi þýðir að við komumst þá mjög lítið áfram. Þurfum hugsanlega að fara að labba sem við viljum helst ekki og það að fá engan vind, það er svona það sem er erfiðast í þessum ferðum og þá reynir nú mjög á félagslega þáttinn og þá þurfa menn að fara að tala meira saman og samskipti aukast og það getur orðið mjög erfitt að vera í góðu veðri, sól og logni. Það eru svona erfiðustu punktarnir í svona kætferð eða flugdrekaferð. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.